Velkomin á kynningu lýðheilsuvísa árið 2024. Þetta 9. ári í röð sem að embætti landlæknis gefur út lýðheilsuvísa en þeir voru fyrst birtir árið 2016. Lýðheilsuvísar hafa verið kynntir í öllum heilbrigðisumdæmum landsins enda eru þeir ekki síst hugsaðir til að styðja við markvisst lýðheilsustarf í heimabyggð land allt. Þetta árið erum við stödd í heilbrigðisumdæmi Suðurnesja og nánar tiltekið í Grindavík. Af því tilefni fáum við innlegg frá Guðlaugu Rakel Guðjónsdóttur, forstjóra Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja og Eggerti Jónssyni, sviðsstjóra hjá Grindavíkurbæ. Auk Guðlaugar og Eggers munu taka til máls Alma D. Möller, landlæknir, Sigríður Haralds Elínadóttir, sviðsstjóri heilbrigðisupplýsingasviðs og Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, sviðsstjóri lýðheilsusviðs hjá embætti landlæknis. Ég heiti Gía Gunnarsdóttir og ég verkefnisstjóri Heilsueflandi samfélags og mun stýra fundinum í dag. En þá ætla ég að bjóða Eggerti S. Jónssyni, sviðsstjóra og tengilið Heilsueflandi samfélags hjá Grindavíkurbæ að koma á ávarpa okkur. Gjörðu svo vel, Eggert. Takk fyrir, kæru gestir hér í salnum og í streymi. Ég vil byrja á því að færa ykkur kveðjur frá Fannari Jónassyni, bæjarstjóra Grindavíkurbæjar, sem ætlaði að standa hér í dag en forfallaðist á síðustu stundu. Jafnframt vil ég nota tækifærið og bjóða ykkur sem hér í salnum velkomin til Grindavíkur. Og það mjög ánægjulegt að þessu fundi gat orðið hér og ég vil þakka embætti landlæknis fyrir frumkvæðið að fundinum og veit að erindin hér í dag verða áhugaverð. En líkt og þið vitið þá ekki mörg með fasta búsett í Grindavík í dag, en við hins vegar bjartsýn á uppbyggingu bæjarins. Fyrir ári síðan bjuggu 3.800 íbúar í Grindavík og Grindavík var heilsueflandi samfélag og margir Grindvíkingar töluðu bæinn sem íþróttabæ. Það var líka þannig að það var margt mjög vel gert í lýðheilsumálum í sveitarfélaginu. Ekkert af stærri sveitarfélögum landsins varði til dæmis hærri hlutfalli af sínum rekstrarútgjöldum til íþrótta- og æskulýðsmála. Og Grindvíkingar voru líka jafnan með hamingjusömustu íbúum landsins samkvæmt könnunum. Í fáum sveitarfélögum var jafn ódýrt fyrir börn að æfa íþróttir. Á síðasta ári kostaði aðeins 57.000 krónur fyrir barn að stunda íþróttir í Grindavík. Og gat barnið þá æft allar þær íþróttir sem í boði voru innan sveitarfélagsins, fótbolta, körfubolta, júdó, sund, pílukast, golf, hestamennsku og svo framvegis. Sveitarfélagið hafði nýlega framkvæmt metnaðarfulla jafnréttisúttekt á íþrótta- og æskulýðsstarfi í sveitarfélaginu og til stóð að vinna nýja stefnu í málaflokknum sem byggði á niðurstöðum úttektarinnar. Sveitarfélagið kom vel út úr þeirri úttekt enda hefur verið lögð áhersla á að öll fengi að vera með, fjárráð foreldra skiptu ekki máli enda æfingagjöld í lágmarki og þeim var hjálpað sem þurfti á hjálp að halda. Sveitarfélagið hefur á síðustu árum byggt upp mannvirki til heilsuræktar af miklu metnaði. Hvort heldur það eru mannvirkin hér á íþróttasvæðinu, útivistarstígar innan bæjar eða utan bæjar. Íþróttamannvirki sveitarfélagsins stóðu líka iðkendum oftast opin og nær alltaf var hægt að hliðra til í sölunum. Börn gátu æft sig í körfubolta eða fótbolta, sama hvernig viðræði, þrátt fyrir að meistaraflokkarnir væru á æfingu og þau sem vildu fara í pílukast á efri hæðinni fengu lánaðar pílur í afgreiðslunni. Börnin þekktu þær reglur sem í gildu í húsinu og fóru eftir þeim. Og við heyrum það víða í dag að börn og unglingar í Grindavík, úr Grindavík sem nú búa í öðrum sveitarfélögum sakni þess að hafa ekki sama aðgengi að íþróttahúsunum eins og þau höfðu hér. Og vegna þess að við erum stödd hér í íþróttamannvirkjum sveitarfélagsins, þá auðvelt að halda þeir fram að íþróttirnar séu hjarta sem dælir blóðum æðar samfélagsins. Það gula og bláa hjartað. Og við sjáum það á samfélagsmiðlum á síðustu mánuðum hversu ábyrjandi þessi gulu og bláu hjörtu eru þegar íbúarnir tjá sig málefni samfélagsins. Og við þetta tækifæri vil ég þakka þeim sem hafa komið að íþróttastarfi Grindavík frá rýmingu bæjarins, hvort sem það eru iðkendur á öllum aldri, þjálfarar, aðstandendur, sjálfboðaliðar, forsvarsfólk félaga eða áhorfendur. Því það þetta fólk hefur sýnt mikla þrautsegi, æðruleysi útsjónasemi við það að halda áfram starfsemi íþróttaliðana. Og frá mínum dýpstu hjartarótum vil ég færa ykkur þakkir fyrir ykkar framlag til samfélagsins í Grindavík. Nú í sumar og haust var breyting hjá mörgum börnum þegar þau gengu í ný félög. Á sama tíma
höfum við miklar áhyggjur af brottfalli Grindvíkinga úr íþrótta- og æskulýðsstarfi. Og það geta verið margar hindranir sem komi í veg fyrir að börn og ungmenni sæki í það starf í sínu nærumhverfi. Fjölskyldur voru góður vanar í Grindavík og í einhverjum tilvikum ástæðurnar efnahagslegar. Í öðrum tilvikum það kvíði eða þreyta, jafnvel samgöngur og fjarlægð frá heimili. Og við erum afskaplega þakklátt öllum þeim sveitarfélögum og félögum sem gripu börnin og ungmennin okkar síðasta vetur. Og við sem samfélag megum ekki gleyma okkur, við verðum að fylgja börnunum eftir, því þau þurfa á okkar stuðningi að halda. Sveitarfélagið reyndi jafnframt að stuðla að bættri heilsu þeirra sem eldri eru. Í Grindavík var lögð áhersla á að eldri borgarar gætu verið heima sem lengst og sveitarfélagið greiddi með dagdvöl fyrir aldraða umfram það sem sveitarfélaginu bar og sinnti þeim þörfum og sinnti þeim sem þurftu á aðstoð að halda. Markmiðið var að stuðla að betri heilsu þeirra sem sóttu dagdvölina en á sama tíma skapa hvíld fyrir aðstandendur. Eldri borgarar í Grindavík fengu líka frítt í sund og gjaldtaka vegna félagsstarfs var í lágmarki. Grindavíkurbær var með samning við Janus heilsueflingu og það var ánægjulegt að koma í íþróttamannvirkin fyrir hádegi á virkum dögum. Þar komu saman yngri borgarar á leið í skólaíþróttir og eldri borgarar á leið í líkamsræktina eða jafnvel pílukast. Allt iðað af lífi. Og rétt eins og við höfum áhyggjur af brottfalli barna og ungmenna, þá höfum við líka áhyggjur af eldri borgurunum okkar. Hreyfingarleysi og félagslegu einangrun ekki góður kokteill. En nú eru liðnir 315 dagar síðan allt fór úr skorðum og þann 10. nóvember duttum við úr okkar rútínu. Við drógum úr hreyfingu, við leituðum með skyndibita, við óttum erfiðara með svefn, höfðum áhyggjur af ótal þáttum í lífi okkar. Við vanræktum sjálf okkur og við höfðum jafnvel ekki orku til að gefa af okkur til okkar nánustu og svo mætti lengi telja. En þrátt fyrir samheldni samfélagsins þá taka endurtekin áföll sinn toll á líkamlegri og andlegri heilsu. Öll þekkjum við Grindvíkingar til einstaklinga sem að fást við alvarlegar afleiðingar hamfaranna. Við höfum líka flest áhyggjur af einhverjum nákomnum okkur. Og ég veit að mörgum Grindvíkingum finnst erfitt að ræða atburðina við aðra en Grindvíkinga. Óttast jafnvel að mæta skilningsleysi. Og það rétt að það getur enginn sett sig í okkar spor. En við eigum hins vegar gott stuðningsnet sem við treystum, fagaðila sem eru vanir að fást við áföll. Mér leið að minnsta kosti betur eftir að hafa rætt við sálfræðing síðasta vetur. En hættan sem við sem samfélag stöndum frammi fyrir sú að Grindvíkingar þrói með sér alvarlega sjúkdóma. Ég get nefnt dæmi þunglyndi, kvíða eða fíknisjúkdóma. Aðrir hafa upplifað mikla félagslega einangrun og vita ekki hvers skal leita. En starfsfólk í heilbrigðiskerfinu eða framlínu sveitarfélaga verður að vera undir það búið að taka á móti Grindvíkingum næstu árin með fjölbreytt heilsufarsvandamál. Og það má ekki gerast að fólki sé vísa frá og ekki fáist viðeigandi lausn á þeirra málum. En ég vil að lokum minnast á samfélagið okkar, mikilvægi samverustundana. Sama hvort Grindvíkingar hafi aldrei farið úr bænum eða ætla að flytja tilbaka við fyrsta tækifæri, sjá til í einhver ár eða ætli aldrei tilbaka, þá þurfa allir þessir hópar einhvers konar haldreipi í samfélaginu, stuðning frá þessi félagslega afli sem okkur gífurlega mikilvægt. Og við megum ekki vanmeta jafningjastuðningin sem við fáum með samverunni þegar við Grindvíkingar hittumst. Og við erum meðvituð það að virk tengsl við fólk í sama samfélagi bætir heilsu okkar. Markvisst höfum við staðið fyrir samverustundum þar sem Grindvíkingar fá tækifæri til að koma saman. Við tökum ekki endilega eftir samfélagin okkar fyrir en reynir á og þegar samfélag stendur frammi fyrir utanaðkomandi ógn þéttast raðirnar. Við hjálpumst öll að og samfélagið Grindavík hefur sýnt að það þarf ekki í öllum tilvikum staðbundna nálægð til þess að sameinast. Því samfélagið miklu meira en staðbundin samskipti og þó við séum dreifð allt land þá erum við enn Grindvíkingar. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta Gert og þá stígur næsti pontu Alma T. Möller landlæknir og hún ætlar að fjalla lýðheilsuvísa og áföll. Já, fundarstjóri, kæru fundagestir, nær og fjær. Eins og fundarstjóri nefndi þá þetta í 9. sinn sem að embætti landlæknis kynnir lýðheilsuvísa og við höfum farið til þeirra kynninga í öll heilbrigðisumdæmin og erum byrjuð í rauninni á öðrum hring
og það var strax ákveðið að það kæmi ekkert til greina nema að vera á Suðurnesjum á þessu sinni vegna þeirra atburða sem hér hafa dunið yfir undanfarin ár. Nú upprunarlega stóð til að vera í Reykjanesbæ en svo var erfitt að finna tíma og hér erum við í dag í sjálfri Grindavík og það er auðvitað ótrúlega áhugavert. Við höfum fengið leiðsögn svæðið frá Boga Adolfssyni björgunarsveitamanni og það er auðvitað yfirþyrmandi að skoða bæinn en vissulega áhugavert. En við erum hér í dag í rauninni í fyrsta skiptið að prófa okkur áfram með það hvort við getum notað lýðheilsuvísa til að skoða áföll og það er án efa eitthvað sem að við munum þróa betur. Nú, við hjá embætti landlæknis höfum gríðarlega mörg hlutverk og ég ætla svona bara að nefna þau helstu. Við erum með sinnum ráðgjöf og fræðslu, við sinnum því að efla lýðheilsustarf, við höfum eftirlit með heilbrigðisþjónustu og fleiru þar ásamt mörgu öðru og við höfum gríðarlega viðamikil hlutverk og að aukir okkur getið í 30 lögum fyrir utan okkar eigin. Ég ætla bara að nefna þetta út af því sem svo kemur á eftir varðandi hamfarirnar. Nú, lýðheilsuvísar eru safn mælikvarða sem að gefa vísbendingar heilsu og líðan þjóðarinnar og áhrifaþætti þeirra. Og á þessari mynd getum við skoðað áhrifaþætti heilsu og vellíðanar og þarna guli næstinsti hringurinn, þar eru lifnaðarhættir eins og hreyfing, næring, svefn og geðrækt og það að forðast áfengi og tóbak. Síðan eru það tengslin sem við erum alltaf að átta okkur á hversu mikilvæg þau eru og loks allar aðstæður í lífi, leik og starfi eins og húsnæði, atvinna, menntun og svo mætti lengi telja. Og í rauninni eru allar stefnur og aðgerðir stjórnvalda sem hafa snerta heilsu og líðan okkar með einhverjum hætti. Þannig að heilsa og líðan er málefni alls samfélagsins. Nú, þegar að við veljum lýðheilsuvísa þá höfum við ákveðna þætti til hliðsjónar. Við viljum skoða áhrifaþætti heilsu sem að fela í sér tækifæri til heilsueflingar og forvarna og auðvitað byggjum við á bestu þekkingu og reynslu hverju sinni. Við skoðum mikilvæga sjúkdóma sem eru krefjandi fyrir heilbrigðisþjónustuna og styðjumst við margs konar stefnur og áætlanir sem eru á sviði lýðheilsu og heilbrigðisþjónustu. Og núna erum við þá að skoða líka mikilvæga atburði og áskoranir sem uppi eru á hverjum tíma. Nú, gögnin í lýðheilsuvísana, þau koma víða að. Embætti landlæknis heldur svokallaðar heilbrigðisskrár sem þarna eru nefndar, fæðingaskrá, dánarmeinaskrá, krabbameinsskrá, lyfjagagnagrunn, vistunarskrá sjúkrahúsa, samskiptaskrá heilsugæslu, færni- og heilsumatsgrunn og bólusetningaskrá sóttvarnalæknis. Og ég ætla að nefna það strax að þau gögn sem að við vísum til hér eru aldrei persónugreinanleg. Nú síðan gerum við reglubundnar kannanir hjá embættinu, heilsu og líðan og vöktum áhrifaþátta og fáum gögn frá Menntavísindastofnun íslensku æskulýðsrannsóknina og frá heilsugæslunni er svokölluð ískrá og þessar tvær síðanemndu hjálpa okkur með gögn varðandi börn og ungmenni. Nú loks eru gögn frá Hagstofu, Sjúkratryggingum og Tryggingastofnun. Þannig að þetta er gríðarlega viðamikið verk og ég vil fá að þakka félögum mínum hjá embætti landlæknis, Sigríði Haralds og Elínadóttur sem er sviðsstjóri sviðs heilbrigðisupplýsinga og hennar fólk og Dóru Guðrúnu Guðmundsdóttur, sviðsstjóra á sviði lýðheilsu og hennar fólk. Bara kærar þakki fyrir ykkar góðu vinnu. En þegar dynur yfir að þá geta auðvitað skapast þar aðstæður að það þurfi meiri, tíðari og sértækari vöktun á heilsu og líðan og áhrifaþáttum heilsu. Og slíkar aðstæður hafa svo sannarlega skapast hér á Reykjanesi og ekki síst í Grindavík
í tengslum við jarðhræringar og endurtekin eldgos. Og þessar skrár okkar sem ég var að telja upp, að þær innihalda rauntíma gögn og hægt að nýtast þá til vöktunar, og ég ætla að taka fram að þetta auðvitað bara verkefni í þróun. En strax þegar náttúruhamfarirnar hófust á Reykjanesi, þá auðvitað byrja allir að hugsa hvað get ég gert, og við vorum jú nýkomin út úr COVID, eða við vorum í COVID og vön að vera að fást við vöktun og snöggar ákvarðanir, og við settumst niður bara strax og ákvaðum að við ætluðum að reyna að fylgjast með ákveðnum mælingum, og við ætluðum að fylgjast þá með andlegri heilsu í gegnum ávísanir á lyf við þunglyndi og kvíða, heimsóknir til heilsugæslu vegna sömu ástæðna og líka þá komur og innlagnir á sjúkrahús. Nú varðandi líkamlega heilsu þá lögðum við áherslu á sjúkdóma í öndunarfærum vegna þetta gosmengunar og komur í heilsugæslu og legur vegna þess sama. Og nú það þannig að Grindvíkingar hafa jú dreifst út kannski ekki út land, en þeir eru víða, þannig að við bjögum til nýja breytu sem eru þá þau sem voru með lögheimili í Grindavík áður en hamfarirnar hér hófust, þannig að miðað við 1. júlí 2023. Og það sem við hjá embætti landlæknis gerðum eða höfum verið að gera í gegnum þessar hamfarir, það að sóttvarnalæknir sér að koma með leiðbeiningar til almennings varðandi viðbrögð við gosmengun og tekur þátt í samstarfi vegna þess. Og við höfum þá líka hjá embættinu fylgst með komum í heilbrigðiskerfið og lyfjanotkun tengt þessu sama, og til dæmis komið með ráðleggingar til heilbrigðisráðuneytis og lyfjastofnunar varðandi birgðahald á þessum lyfjum. Nú varðandi lýðheilsu þá skoðum við þessa sértæku vöktun. Við höfum verið með ráðleggingar til almennings bara hvernig hægt að hlúa að andlegri heilsu þegar svona stendur á. Við fylgjumst með að sé verið að veita sálfélagslegan stuðning, og við eigum fulltrúa í samráðsfundi áfallahjálpar á landsvísu. Nú varðandi starfsemi heilbrigðisþjónustu, þá vöktum við hana og höfum eftirlit. Og síðan höfum við bara almennt gefið okkur út fyrir að bara reyna að fylgjast vel með og vera til taks fyrir hvaðina sem þarf. Nú hér mynd sem sýnir einstaklingar sem fengu afgreidd svokölluð teppulyf. Þetta eru öðru nafni astmalyf, lyf við öndunarfærasjúkdómum og alla líkur á að það þurfi meira á þeim ef að gosmengun mikil. Og þetta eru þá fjöldi á hverja 1000 íbúa á x ásnum, og svo eru árin þarna niðri. Og þarna merkt inn þegar gosin byrjuðu í Fagradalsfjalli, svo í Meradali og loks í Sundhnúkagígum. Og þetta eru gögn sem við vöktuðum í rauninni þegar eldgos voru frá viku til viku, og þá sér maður ekkert mikla breytingar, en hér eru önnur mynd sem sýnir það sama og aðeins bara betri máta, að þetta bláa, að það eru þá íbúar sem eru ekki Grindvíkingar, en línuritu svo gráa eru íbúar í Grindavík, og þá sjáum við þarna sérstaklega núna síðusta árið og frá því eldgosin hefjast að það meiri þörf á þessum lyfjum. Og þetta eru vissulega ekkert háar tölur, þetta eru 20 á 1000 svona meðaltalið sem eru jú 2%, en samt fer markvert upp. Og síðan skoðum við einstaklinga sem hafa farið í heilsugæslu og verið greindir með kvíða, og þá kemur þarna strax toppur, og þetta aftur Grindavík sem eru gulu súlurnar og íbúar utan Grindavíkur sem eru gráu. Og þá sjáum við að það koma toppur þarna í mars 21 og í nóvember 23.
og þetta sama mynd sem sýnir þetta betur að þarna bláa, það eru íbúar utan og svo línuritið eru íbúar í Grindavík og þið sjáið alveg þarna 2019 þá eru ekki margir Grindvíkingar greindir með kvíða en það fer þarna upp frá kannski 1% stigi upp í 3%. Og loks það þá greiningar í heilsugæslu vegna þunglyndis og það eru karlar á myndinni til vinstri og þá ef við skoðum árið 2019 sem lengst til vinstri að þá gula súlan eru karlar og þá sjáum við að þeir eru sjaldnar greindir með þunglyndi heldur en landsmeðaltal en svo breytist þetta að 22 eru karlar í Grindavík aðeins komnir yfir og síðan 24 þá nokkur munur. En aftur þetta ekki algeng greining, þarna eru 20.000 og svo kannski 40.000, þannig að 2% og 4% hjá körlunum. Nú síðan þegar konur að ræða, að þá voru þær svona sjónarmun með meiri lyfjanotkun, þetta ekki tölfræðilega marktækt, þetta það lítill munur árið 2019, en svo sjáum við þarna 21 og 22 að þar eru þær komnar talsvert yfir landsmeðaltal og úr kannski 6% yfir 8%. Nú hins vegar ef við skoðum afgreiðslu róandi og kvíðastillandi lyfja að þá hefur slíkt ekkert aukist neitt til muna. Það eru þessi toppar en annars ekkert áberandi. Og síðan eru þetta alveg eins og Eggert nefndi að það geta verið ákveðnir hópar sem að þyrfti að skoða sérstaklega eins og börn og aldraðir og við erum vissulega ekki með gögn börnin hér en það merkjanlegur kvíði og þunglyndi hjá börnum úr Grindavík sem sagt aukinn miðað við landsmeðaltal. Nú við vitum þetta talsvert áhrif áfalla og hamfara á andlega heilsu og þarna ég að vitna í heimild sem doktorsritgerð Eddu Bjarkar Þórðardóttur, það fallið niður nafnið hennar en það sést ekki nógu vel þarna neðst. Hún gerði doktorsritgerð þetta verkefni og þarna sást að 16 árum eftir snjóflóðin að þá voru 20% þolenda með einkenni áfalla streituröskunar og þeir forspárþættir sem að giltu fyrir fullorðna voru að það var hættara við því ef að var skortur á félagslegum stuðningi eða urðu fjárhagslegir erfiðleikar. Og þarna eru skilaboð auðvitað til bæði sveitarfélaga og til ríkis að styðja vel við þessa aðila. Og meðal barna voru forspárþættirnir skortur á félagslegum stuðningi og svo ef að umönnunar aðilar áttu í erfiðleikum. Þannig að það alveg hægt að fyrirbyggja eða gera margt til að fyrirbyggja langtíma afleiðingar áfalla streituröskunar. Nú það í gangi hjá Eddu Þórðardóttur og félögum hennar hjá miðstöð lýðheilsuvísinda hjá Háskóla Íslands að gera vísindarannsókn vegna áhrifa á Grindvíkinga og þetta sami hópur og til dæmis með áfallasögu kvenna, þannig að þau kunni þetta mjög vel og þar veit ég að þau eru með umsókn úti og vonandi kemst þetta verkefni í gang. En niðurstaða mín af þessu að slíkir atburðir og áföll hafa merkjanleg áhrif á heilsu og líðan og auðvitað vitum við heilmikið líka eftir Suðurlandsskjálftana og eins og Eggert nefndi að sum finnst þau mæta skilningsleysi hjá þeim sem hafa ekki gengið í gegnum áföllin með þeim og við sem sagt rýndum þessi gögn reglulega en maður þarf að horfa á langt tímabil til að sjá þennan mun og auðvitað hann kannski ekki stór en enga síður og maður getur alveg hugsað sér að ef að koma ný svona áföll að þá verði reglulegir fundir þar sem við rýnum þessi gögn í sameiningu, embættið, almannavarnir, sveitarfélagið og heilbrigðisstofnunin og það alltaf þannig að
lýðheilsuvísana þarf að rýna í samhengi hvers svæðis og það auðvitað þið sem þar búið og stýrið sem að þekki það best. Og auðvitað á maður þá að nota rauntímagögn til að styðja við og efla þjónustu til samræmis. En engar síður þá virðast Grindvíkingar almennt búa við góða andlega heilsu miðað við landið og ég held að það myndi hljóta að skiljast að því sem Eggert talaði svo fallega hér í upphafi að þetta stöndugt bæjarfélag með sterk tengsl og sem hugar vel að heilsu og líðan sinna íbúa. En þeir atburðir sem nú þeir ekki búnir og við teljum að hvað sem öðru líður að þá sé þörf á langtímavöktum og eftirfylgd fólks og ég ætla að lýsa hér eftir að sveitarstjórn og aðrir láta okkur vita ef það einhver sérstök gögn sem að þau vilja að við rýnum eða söfnum. En ég ætla þá að láta lokja máli mínu og ég held að verði gefið færi á spurningum til okkar frumælandi og eftir. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta, Alma. Þá stígur næst í pontu Sigríður Haralds Elínadóttir sem sviðsstjóri heilbrigðisupplýsingasviðs hjá embætti landlæknis. Og hún ætlar að fjalla vísa samfélagi, heilsu og sjúkdóma. Gjörðu svo vel, Sigríður. Takk fyrir það, Gíja, og komið öll sæl og blessuð. Það sem komið að þessum, við ætlum að sýna ykkur lýðheilsuvísa 2024, en fyrst kannski þetta, sama og Alma var að segja, að við þurfum átt okkur því að lýðheilsuvísum ætlað að auka skilning á málefnum í tengslu við heilsu í nærumhverfi fólks. Og við erum að hvetja ykkur í reynd til þess að taka þau til ykkar og skoða. Frekar en að nota þau sem svona árangur segja frammistöðumælikvarða, þið þurfið að túlka þá með ykkar þekking og ykkar nærsamfélögum. Hér koma þessir einblöðungar, við höldum áfram að gefa þessi einblöðunga. Þarna sjáum við til dæmis einblöðungin fyrir Suðurnes, heilbrigðisumdæmi Suðurnes 2024. Þarna sjáum við alla vísana 44, við sjáum gildin, hvenær mælingin var gerð og svo landsmeðaltal. Og það þessi þægilega mynd sem þarna hægra megin, rauða línan meðaltalið fyrir landið, gráu fletirnir, þessar láréttu súlur, eru sem sagt spönnin og gildunum og svo sjáum við gildi fyrir það umdæmi sem hefur sýna sem punkt. Þegar þetta eru sem sagt kannanagögn þá reiknum marktekni og þá það sýnt aðeins öðruvísi. Á bakliðinni eru síðan upplýsingar lýðheilsuvísana og það jafnframt tekið fram svona helstu áskoranir og tækifæri fyrir hvert umdæmi, það að segja á hvaða sviðum viðkomandi heilbrigðisumdæmi þeirra meðaltölu eru ólík landinu í heild. Og við gefum út þessa 7 einblöðunga fyrir þessi 7 heilbrigðisumdæmi, líka fyrir 9 fjölmennustu sveitarfélögin. Við reiknum alveg fyrir 11 í viðbót og þau gögn eru aðgengileg, það þarf að fá þau frá okkur og við miðluðum fúslega og oft í tengslum við heilsublandið samfélag. Og nú sem sagt gefum við út þessar mælingar og vonum að þær koma að gagni og auk þess að gefa út þessa einblöðunga sem okkur finnst ennþá mjög góður til þess að gefa yfirsýn, þá erum við 2 mælaborð á vef landlæknis og það auðvitað að finna þau, það bara island.is/mælaborð og þar eru 2 lýðheilsumælaborð, annars vegar allir lýðheilsuvísar embættisins sem hafa verið gefnir út til breytast aðeins í tíma og aðeins svona snikkuðu til ári. Þar eru allir aðgengilegir og öll árin, þannig þið getið séð tímalínur. Þar sjáum við heilbrigðisumdæmin og þessi 9 fjölmennustu sveitarfélög. Og svo langar mig að vekja athygli á öðru mælaborði sem að koma á vefinn hjá okkur í ár og það köllum við lýðheilsuvaktin og það eru valdarmælingar úr vöktun áhrifaþátta heilbrigðis, eitthvað sem við gerum sem sagt vöktum á hverju ári og þar svolítið aðeins svona önnur framsetning og þar getið séð þessar mælingar eftir fleiri bakgrunnsbreytum, ekki bara svæðisbundið, heldur líka eftir aldri, kyni,
og bakgrunn í menntun og hvernig fólki gengur inn á endum saman. Mjög áhugavert líka að skoða það. Og þarna getið þið bara farið og skoða þetta allt saman. Ég ætla hins vegar að sýna ykkur nokkra og ég vel nokkra bara úr að því ég hef ekki tíma til að fara yfir alla, en það er bara fínt fyrir ykkur að fara sjálf á vefinn og skoða. Og ég ætla að sýna ykkur bara heilbrigðisumdæmin. Þetta er sem sagt fyrsti kaflinn í vísunum, það er ýmislegt sem snertir samfélagið og ég valdi 4 vísa til að sýna ykkur hér. Í fyrsta lagi er það hlutfallsleg fjölgun eða fækkun íbúa á 5 ára tímabili. Og þið sjáið og vitið það hefur verið meiri íbúafjölgun í tilteknum heilbrigðisumdæmum samanborið. Við vitum að það verður mikil fjölgun hér á Suðurnesjunum, en við sjáum samt á síðasta tímabilinu að það er að draga aðeins úr, það er ekki eins mikil fjölgun. Hún er núna dálítið svipuð, hún er bara á Suðurlandi. Og við sjáum líka að höfuðborgarsvæðið svipað, landið í heild er bara svipið fjölgun og var á 5 ára tímabilinu þar á undan, en svo sjáum við að það er svona heldur meiri íbúafjölgun í landsbyggðar heilbrigðisumdæmunum. Og í þessu felast auðvitað heilmiklar áskoranir en jafnframt tækifæri fyrir þau byggðarlög sem að verða þar sem íbúum fjölgar mest. Síðan er það innflytjendur og afkomendur þeirra, og innflytjendur eru auðvitað fjölbreyttur hópur, en þrátt fyrir margbreytileikann þá sker þessi hópur sig úr að mörgu leyti. Hann á gjarnan erfiðara með að endum saman, búi ótryggu leiguhúsnæði, meta andlega heilsu ver, en fólk sem er fætt hér á uppalið beri minna traust til annarra og finna oft fyrir einmanaleika og meta hamingju sína minni. Þetta skiptir máli að við vitum og þekkjum að það þarf að koma til móts við þarfir þessa fólks. Já. Já, þetta er, ég sé það, þetta er ansi dauft hér á myndunum. Já, ég verði eiginlega bara að gera það svona. Suðurnesin eru sett hér og hér og landið allt. Landið allt eru fremstu súlurnar og Suðurnesin eru næstu öftustu súlurnar. Ég vona að þetta sjáist betur á vefnum heldur en hér í salnum hjá okkur. Það er svolítið svona ljósi litirnir. En samfélag, menntun er einn af áhrifaþáttum heilsu og hafa fjölmargar rannsóknir sýnt jákvæð tengsl milli menntunar og heilsu. Almennt aðgengi að góðri menntun jafnt tækifæri og hefur áhrif á heilsu og lífsgæði. Menntun getur aukið heilsulæsi, komið í veg fyrir félagslega einangrun og styrkt andlega heilsu. Þannig að hún skiptir gríðarlega miklu máli. Þá treystir góð menntun stöðu öryggi einstaklinga á síbreytinu og vinnumarkaði og minnkar líkur á atvinnuleysi. Og við finnum í raun og veru jákvæð áhrif menntunar, bæði þáttum sem snúa heilsuhegðun, heilsufari, sjúkdómum og dánatíðnum. Og í þessum vísi veljum við þá leið að endurspegla menntun með að sýna hlutfall háskólamenntaðra í hverju umdæmi. Það þýðir ekki það að háskólamenntun, og við viljum ekki halda því fram, sé svo eina sem eitthvað gagn er af, heldur þetta vísi sem er aðgengilegur og gott að fá gagn Þannig að hann er nærtækur. Við sjáum hér á myndinni, það er talsverður munar á körlum og konum. Ég vel að sýna ykkur kalla á konum vegna þess að hlutfall kvenna með háskólamenntun er nokkuð hærra heldur en kalla. Það hefur svo sannarlega orðið jákvæð þróun síðustu 20 árin eins og þessar myndir sýna. En við sjáum samt sem áður að almennt það þannig, það er hærra hlutfall fólks með háskólamenntun, það sem með aðgengjamenntun er gott, sem sagt á höfuðborgarsvæðinu. Og við sjáum að það eru mikil tækifæri fyrir landsbyggðarumdæmin að auka menntunarstig og þá kannski á ekki síst við karla. Fjárhagserfiðleikar fullorðinna. Nú fjárhagur segir heilmikið til aðstæður í okkar daglega lífi. Og þannig sem sagt verið að horfa á hlutfall fullorðinna sem að frekar eða mjög erfitt með að ná endum saman. Og einstaklingar sem búa við góðan efnahag eru alla jafna við betri heilsu og geta ástunda heilsusamlegri lifnaðarhætti en þeir sem búa við lakari kost, og þetta sýna rannsóknir okkur og þær sýna jafnframt að fátækt tengist ótímabærum sjúkdómum og dauðsföllum. Þessum er svo mikilvægt að draga úr skaðlegum áhrifum fátæktar og heilsu og félagslega stöðu
og stefnur og aðgerðir stjórnvalda sem tryggja örugga grunnframfærslu gera einmitt það. Og þegar við horfum á landið í heild og ég valdi hérna 3 tímapunkta árið 2017, 2020 og 2023, þá sjáum við landið í heild, hérna fremstu súlurnar, að hlutfallið hefur hækkað frá 2020, þá var það í raun lægst á því tímabili sem við höfum verið að skoða. Það var akkurat COVID-árið og sem margt hægt að segja COVID, sem sagt áhrif á líf fólks. Þá var samt sem áður þetta hlutfall lægst á þeim tíma. Það var minnstur hópur sem að sagðist glíma við fjárhagserfiðleika. Og þar kemur auðvitað margt til dæmis stuðningur stjórnvalda. En frá 2020 þá hefur þessi hópur, þarna fór þetta í einhverja vitleysu. Við skulum sjá hérna. Þá hefur þessi hópur samt sem áður stækkað. Og við sjáum að til dæmis á Suðurnesjum þá hefur hann hlutfallslega stækkað heilmikið. Auðvitað dálítill munur á milli heilbrigðisumdæma og við sjáum til dæmis á Austurlandi, þar hefur orðið mun minni breyting. Já, við ætlum aðeins að tala heilsu og sjúkdóma og þar eru fjölmargir vísar. Þessir fyrstu eru svona líka almennir vísar líkamlega og andlega heilsu, þessu fólk sjálft að meta, nokkri vísar sem tengjast andlegri heilsu eða geðheilbrigði og geðheilbrigðisþjónustu, kannski frekar, nokkri vísar sem tengjast langvinnum sjúkdómum og síðan eru ýmsir sem tengjast forvörnum, bæði skimunum, bólusetningum og fleiru. Og þessir vísar eru alla jafna þannig að þeir tengjast gjarnan hækkandi aldri og lifnaðarháttum svona áratuguna á undan. Þannig að þeir eru svolítið svona, þeir bera svolítið tíman í sér. Og ég ætla að sýna ykkur hérna fyrst hvernig fólk metur andlegu og líkamlegu heilsu og þarna sem sagt efri myndin hlutfall þeirra sem metur andlega heilsu sína sæmilega eða lélega og neðri myndin hlutfall þeirra sem metur líkamlega heilsu sína sæmilega eða lélega. Og þetta sem sagt bara ágætis mælikvarði sem mjög mikið notaður og þykir hafa gott forspárgildi fyrir sjúkdómstíðni og dánartíðni. En þið sjáið það ekki ýkja mikil breyting á landinu í heild í fremstu súlunum milli árunum 2022 og 2023, þannig það mjög lítil aukning, það hefur verið stígandi í þessu hlutfalli undanfarin ár og það heldur ekki varðandi líkamlegu heilsuna. Það kannski góðu frétturnar að svona heildina litið þá hefur þessi hópur ekki stækkað hlutfallslega en það sjálfsögðu dálítið mismunandi á milli heilbrigðisumdæma. En almennt séð hefur staðan verið sú að það eru færri á höfuðborgarsvæðinu sem að meta líkamlega andlega heilsu sæmilega lélega en heldur fleiri landsbyggðarumdæmin. Þetta svona, kannski svona stóra myndin en auðvitað breytileiki þar á milli. Hér erum við með andlega heilsu, heilbrigðisþjónustu sem tengist geðheilbrigði. Þetta 3 myndir sem ég set saman og við skulum aðeins kíkja á þær. Svo efsta komur til geðlækna á 100 íbúa. Þetta sérst komur til sjálfstarfandi geðlækna á stofu og sérst reikna niður á 100 íbúa. Og þið sjáu landið í heild á fremstu súlunni og svo höfuðborgarsvæðið aftast og þetta dálítið myndin og kannski á við miklu fleiri sérgreinar læknisfræðinnar, sérgreinar þjónustu að aðsóknar eða komur per íbúa eru flestar á þeim svæðum þar sem framboðið og það augljóslega mest framboð á þjónustu sjálfstarfandi geðlækna á höfuðborgarsvæðinu og þar eru komið flestar. Og það þýðir náttúrulega ekki það ekki þörf fyrir geðheilbrigðisþjónustu annars staðar en hún ekki aðgengileg í þessu formi allavega. En á neðri myndinni sjáum við komur til heilsugæslu vegna geð- og atferlisraskana reiknu með sama hætti sem sagt á 100 íbúa og þar sjáum við heilmikla aukningu. Heilbrigðisyfirvöld hafa unnið að því að finna leiðir til þess að mæta þjónustuþörf fyrir geðheilbrigðisþjónustu og árið 2017 var byrjað að bjóða upp á þjónustu sálfræðinga á heilsugæslustöðvum og síðan hafa fjölmörg geðheilsuteymi tekið til starfa innan heilsugæslunnar. Og þið sjáið
að þarna komum í heilsugæsluna vegna geð- og atferlisraskana að fjölga heilmikið og meira í landsbyggðarumdæmunum þar sem svona minni þjónusta af hálfu sjálfstæðstarfandi. Þriðja myndin þarna þunglyndislyfjanotkun og við vitum það að notkun geðlyfja hefur lengi verið meiri á Íslandi en í mörgum öðrum löndum og þunglyndislyfjanotkun hvað mest í samanburði við OECD-löndin og þarna við að skoða sérstaklega í fyrsta sinn og birta þann vísi þunglyndislyfjanotkun ungmenna sem sagt þeirra sem undir 18 ára aldri. Og þið sjáu það stígandi og það hefur verið stígandi hvað síðan 2020 eða eitthvað svoleiðis. Og ég vil kannski nefna það líka að auðvitað þunglyndislyfjanotkun, þetta aðalega meðal unglinga, þannig ef við þrengjum aldurinn niður, til dæmis í 13 til 18 ára, þá hækka þessar tölur sirka helming, þannig þið vitið svona hvernig tíðnin Og þarna getið þið skoðað sem sagt umdæmin. Síðan það langvinnu sjúkdómarnir og við eigum ekkert endilega tíðnitölur fyrir alla langvinnu sjúkdóma eins og hjarta-æðasjúkdóma, við eigum reyndar góðum krabbamein, en við notum gjarnan tölur lyfjanotkun til þess að gefa okkur vísbendingar bæði meðferð og síðan sjúkdómatíðni, en það áætlað að langvinnu líkamlegir sjúkdómar orsaki yfir 85% af dauðsföllum í Evrópu. Og þegar við erum að tala langvinna sjúkdóma þá erum við að tala hjarta- og æðasjúkdóma, krabbamein, langvinna lungnasjúkdóma og sykursýki. Og þessi sjúkdómar miklu leyti tengdir við okkar lifnaðarhætti síðustu áratugina og þeir eiga svona sameiginlega áhrifaþætti, svona stóra áhrifaþætti og það auðvitað tóbaksnotkun og óhollt mataræði, hreyfingarleysi og svo skaðleg notkun áfengis. Alþjóðaheilbrigðismálastofnun spáir því að byrði vegna þessara sjúkdóma eigi enn eftir að aukast og hún hefur skilgreint langvinna sjúkdóma sem helstu ógn við félagslega og efnahagslega þróun á heimsvísu. En auðvitað hafa vísindarannsóknir sýnt að það að draga úr byrði þessara sjúkdóma með forvörnum og heilsueflingu og Dóra fer meira yfir slíka þætti á eftir, en það líka mikilvægt að greina þessa sjúkdóma og veita viðeigandi meðferð og kannski það svolítið það sem ég langar að sýna í þessari mynd, að við erum annars vegar að skoða lyfjameðferð, notkun blóðfitulækkandi lyfja og síðan notkun háþrýstingslækkandi lyfja. Það mikilvægt að veita miðvændi meðferð til þess að bæta horfur þessa sjúklingahópa og það má nefna það að háþrýstingur væntanlega vangreindur hér og vanmeðhöndlaður eins og alls staðar annars staðar í heiminum, en gríðarleg tækifæri til þess að greina og meðhöndla þennan sjúkdóm því að hann svona þáttakandi áhættuþáttur fyrir mjög marga sjúkdóma. Og mig langar að nefna það að við sjáum náttúrulega hækkun í báðum lyfjaflokkum sem vonandi merkjum það að þessi sjúkdómar meira greindur og meðhöndlaðir, að það var sérstaklega talað háþrýsting, greiningar og meðferð á læknadögum ársbyrjun 2023 og seinna á árinu kom út klínískar leiðbeiningar og vonandi eigum við bara eftir að sjá aukna lyfjanotkun vegna háþrýstings. Hér annað dæmi, þarna efri myndin blóðsykurslækkandi lyf, önnur en insúlín, þessi lyf sem notuð í tengslum við sykursýki 2. Við eigum ekki svona landstekjandi tölur yfir sykursýki 2, þannig við getum ekki sýnt ykkur tíðni þessa sjúkdóms með búsetusvæði. En þessi mynd gefur vísbendingu, hún gefur á sama hátt vísbendingu tvennt eins og háþrýstingsmyndin áðan. Við vitum að sykursýki 2 vangreind og vanmeðhöndluð, örugglega hér eins og alls staðar í heiminum og það eru mikil tækifæri. Og væntanlega sýnir þessi mynd, kannski eitthvað samblanda því að sjúkdómurinn oftar greindur og meðhöndlaður en líka kannski að sé hækkandi tíðni. Neðri myndin í raun mjög jákvæð. Þarna verið að horfa á ótímabær dauðsföll vegna langvinnra sjúkdóma og þá erum við að tala þessu sömu sjúkdóma, við vorum að tala á þann, hjartasjúkdómana, krabbameinin og langvinnu lungnasjúkdómana og sykursýkina. Og þarna þessar tölur fyrir Ísland sirka þannig, þær voru að fara fyrst á tímabilinu kannski, þetta líkur á því að deyja á aldrun 30 til 69 ára. Það að deyja fyrir 70 talið ótímabært út af þessum sjúkdómum.
og líkurnar eru þarna einhver rúmlega 10%, kannski 12% í upphafi tímabilsins að fara niður í kannski 8%. Og þetta eru raun lágar tölur ef við berum okkur saman við þau lönd sem við berum okkur saman við og þær eru lækkandi og í heildina sýnir það, held ég, árangur af greiningu og meðferð, sem sagt árangri heilbrigðisþjónustunnar. Mig langar að enda hér á jákvæðum nótum. Það eru þarna vísar forvarnir, það er til dæmis skimarefni fyrir krabbamein í leghálsi og brjóstum. Þið þekkið þessa umræðu að við ekki vera ánægð með þáttakuhlutfallið, það hefur lækkað hjá okkur og víða í heiminu reyndar. Við vitum að þáttakan hefur þetta mismunandi bæði eftir búsetusvæðum, aldurshópum eftir uppruna kvenna, allt hluti sem mikilvægt að vinna með. En við sjáum þó að síðasta ári þá allavega fór þáttakan í skimin fyrir krabbamein í leghálsi ekki niður og hún svona heldur hækkaði fyrir í brjóstaskiminu. Þannig ég vona að það haldi áfram og ætla sem sagt að enda á þessum jákvæðu nótum. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta, Sigríður. Ég ætla kannski rétt bara að leyfa mér að benda fólki sem í sal hérna á að það eru útprent af innblöðungunum hérna á skegg fyrir aftan og líka kannski bara eins og Sigríður benti á að það hægt að nálgast hérna bæði innblöðunguna fyrir heilbrigðisumdæmi og nýju fjölmennustu sveitarfélögin og svo þessi mælaborð á island.is/mælaborð eða island.is/lýtheilsuvísar. En nú ætlar næsta stígi pontu Dóra Guðrún Guðmundsdóttir sem sviðsstjóri lýðheilsusviðs hjá embætti landlæknis og hún ætlar að fjalla vísa sem snúa að lifnaðarháttum og líðan. Dóra, gjörðu svo vel. Já, takk kærlega fyrir og bara takk kærlega fyrir móttökurnar hérna í Grindavík. Þetta hérna búin að vera með í kynna lýðheilsuvisa frá upphafi við byrjum 2016 og þetta hefur verið svolítið sérstakt og að fá að koma hingað í dag og maður svolítið svona hrærður af því og svolítið litaður af því að fá að upplifa þetta samfélag hérna sem þar sem íbúarnir eru farnir og það hefur áhrif á líðan og maður finnur það strax og tala við fólki hérna. Mér langar að þakka fyrir þessar hlýju móttökur sem við fengið og þakka líka fyrir allt samstarfið í kringum lýðheilsuvísana. Ég ætla að kynna einmitt hérna líðan og lifnaðarhætti og byrja á hamingju sem hefur svona verið mitt rannsóknarefni í yfir 20 ár og hérna ætla bara að byrja strax á hvernig vísin hamingju lítur út. Við höfum valið, þetta spurning sem við spyrjum og í vöktunu spyrjum við mánaðarlega og fylgjumst við með líðan mánaðarlega en við söfnum sér saman svo yfir árið og á löngu tímabil þá var eiginlega mjög lítil breyting þarna og það var svona tímabil eigum við að vera að hafa þennan lýðheilsuvís inni af því hann ekkert að breytast mikið en svo fór það að gerast einmitt þarna fyrir svona rúmlega 5 árum að það var breyting þarna á og við tökum þennan vís út þannig að við tökum hlutfall þeirra sem að telja sig mjög hamingjusama á bilinu 8 til 10 og þegar við skoðum landið allt sem fyrsta súlan að þá sjáum við á fyrstu mælingunni sem við erum með þarna sem 2016 og núna þá marktækur munur að það lækkun en það ekki lækkun í ár frá árinu í fyrra. Það bara mjög svipað. Og ef við skoðum Suðurnesin þá það líka þannig að það ekki lækkun að meira segja aðeins fleiri, ekki marktækur munur samt sem að telja sig hamingjusama á Suðurnesjum í nýjustu mælingun okkar sem þá 2023. En þarna þetta að þegar ég byrjaði að skoða þessar mælingar þá voru 80% landsmanna sem töldu sig fullorðna mjög hamingjusama og við erum komin þarna niður í 55% sem full lítið og sérstaklega líka mikilvægt að skoða hvort það sé aukning þarna í þeir sem eru mjög óhamingjusamir og þetta eitthvað sem við má skoða. Eitt af því sem að spáir hvað mest fyrir óhamingju fjárhagserfiðleikar og við erum eins og kannski búið að benda á sérna, það aukning þar að það eru fleiri sem erfiðara með að ná endum saman og það alltaf svo hópur sem mest óhamingjusamur og það eitthvað sem við þurfum að skoða virkilega vel bara í rauninni sem samfélag hvernig við getum minnkað í hópi þeirra sem erfitt með að ná endum saman. Nú annar þáttur sem hefur jákvæð áhrif á hamingju eru félagslegu tengslin og þá skortur á þeim hefur neikvæð áhrif. Og við byrjuðum með 2016 að skoða einmannaleika og við skoðum einmannaleika 18 til 34 ára. Það unga fólkið okkar og við þurfum að hafa hópinn þetta breiðan með unga fólki til þess að geta brotið þetta niður og heilbrigðisumdæmin
og þá sjáum við með þessa gríðarlega aukningu í einmanaleika. Og hvað er það einmitt að vera einmana? Það er að skorta félagsleg tengsl, að finnast maður ekki tilheyra. Og það er ekki bara eitthvað leiðilegt og óþægilegt, heldur er það bara grafalvarlegt mál og við erum alltaf að fá meiri og meiri þekking á því hversu alvarlegt það er, af því það er grunnþörf mannsins að vera í góðum tengslum við annað fólk. Þegar við upplifum okkur ekki hluta af einhverjum hóp, þá förum við í þetta streitu viðbragð sem hefur mjög neikvæð áhrif líka á líkamlega starfsemi í okkur. Við sofum verr og það bara verður allt verra. Við verðum hrædd, óörugg og við erum kannski að skynja það svolítið í samfélaginu í dag meðal ákveðins hóps allavega. Það er bara svolítið sláandi að sjá þetta og að einmanaleiki, sérstaklega meðal ungs fólk, sé að aukast þetta mikið. Þegar við byrjum að skoða þetta 2016, ég hef sagt að þá héldum við að elsta fólki væri mest einmana, það voru ungir menn og svo hafa ungu konurnar náð þeim, þannig að það er alveg jafnt í þessum hópi milli þessara bæði karla og kvenna og þetta hlutfall er bara allt of hátt og eitthvað sem við höfum miklar áhyggjur af og ef við skoðum þarna, þið sjáu þessi vikmörk að þetta er ekki það margir á bakvið, það er svolítið erfitt að greina en við sjáum einmitt á Suðurnesjunum og þá hefur verið aukning þarna milli ára á einmanaleika ungs fólks. Bara aðeins að vísa í það, þessi skortur á félagslegum tengslum, við erum að fara yfir alls konar þætti, áhrifaþætti á heilsu og líðan og þessi skortur er bara mjög áhrifamikil þáttur og hefur mikil og sterk áhrif. Og þarna í skýrslu sem að gefin út af, sem við getum kallað landlækni Bandaríkjanna faraldur einmanaleika, þá er vísað hérna í rannsóknir að skortur á félagslegum tengslum er alvarlegri fyrir heilsu okkar heldur en reykingar, óhóflega áfengisdrykkja, það að skortur á hreyfingu, offita og mengun. Þannig að þetta er eitthvað og einmitt í því sem hefur verið nefnt hér í dag og það hvað Grindvíkingar líka hafa staðið vel saman hversu mikilvægt er að finna að þeir tilheyri ennþá þessu félagslega tengsli og hversu mikilvægt er að halda utan það. Við erum með nýjan vísi hérna varðandi ennþá yngra fólki okkar sem við nefnum tengsl eða skortur á þeim. Hvaða er hátt hlutfall af ungmennum í 8. til 10. bekk sem upplifa sig utangarðs í skóla eða það að vera utangarðs eða útundan. Og það er mjög sláandi að sjá þessar niðurstöður að það séu 15% eða eiginlega tæp 16% á landsvísu og þá sjáum við Suðurnesjunum það er með þess að tæp 20%, 1 af hverjum 5 sem að upplifi sig utangarðs eða útundan í skólanum, sem er þá með þessa í rauninni að tilheyra ekki hópi og er í þessu þá streitu miklu lífeðlisfræðilegu ástandi allt of oft og allt of mikið og sama átt líka að það er einmana, það er ennþá fleiri sem upplifa sig utangarðs heldur en að vera einmana og þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að taka mjög alvarlega. Nú sem betur fyrir ekki allir mælikvarðarnir okkar svona á í neikvæðri átt, við erum að sjá að kvíði sem við erum búin að hafa líka áhyggjur af að kvíði barna í 7. bekk fer minnkandi og líka, það er á við landið allt og við horfum á Suðurnesin þá er það líka þar að það er ekki marktækur mun það er marktækur munur fyrir landið og það verður oft kannski eftir hversu margir það eru að yfir Suðurnesin í heild að þá er það ferða minnkandi þrátt fyrir allt og og það er svona virðist ekki verið í neinu umdæmi sem það fer vaxandi. Nú hreyfing samkvæmt ráðleggingum, nýjum ráðleggingum 10. bekk að það eru bara það eru tæplega, það er ekki við landið, þá eru 18% ungmenna sem ná hreyfingum samkvæmt ráðleggingum og þarna held ég að við getum alveg klárlega gert betur. Og það eru ýmis úrræði sem við þurfum að vinna með heilsueflandi samfélag og heilsueflandi skólum til þess að koma bara á því að, og það er komið í mörgum skólum, að hrósa þeim skólum sem eru farnir að taka upp míluna eða svona það sé einhver hreyfing, skipuleg hreyfing í skólunum alla daga. Það er ekki of flókið, margir skólar sem að hafa byrjað og svo hvetjum þá til þess að halda því áfram. Nú, svo er það með virka ferðamátan, þarna erum við að skoða 4. bekk. Þarna hefur eitthvað, ef við skoðum landið, það er eitthvað fer minnkandi og aðeins svona mismunandi og rokkar svolítið milli ára og milli umdæma og Suðurnesjum það er líka einhver fækkun meðal þeirra og við þurfum að skoða það, hvernig getum við tryggt það að börn geti farið örugg, hjólandi eða gangandi í skólan
og þetta er hlutfall barna í 4. bekk sem gekk eða sérst að hjólaði daginn sem spurningin var lögð fyrir. En við skoðum fullorðina, hvað er hátt hlutfall fullorðin sem hreyfir samkvæmt ráðleggingum, þá er það miklu hærra en má vera enn hærra. Það er ekki mikill munur milli ára og ekki mikill munur milli heilbrigðisumdæma og það eru þarna samt 70% sem að ná að hreyfa sér samkvæmt ráðleggingum. Og þarna bara þurfum við að halda áfram að sýna gott fordæmi fullorðnu fólkið og bara ná þessu upp í 100% og taka börnin með okkur. En svo er hins vegar, þó við náum að hreyfa okkur, þá er þessi kyrrseta, samt hún er skaðleg og hérna er hlutfall þeirra sem að stunda námvinnu sem krefst ekki áreynslu og er í kyrrsetu og það eru hátt hlutfall og þess vegna kannski ennþá mikilvægar að við hreyfum okkur þess utan. Sjáum að það er hæst hlutfall á höfuðborgarsvæðinu sem er þarna og lægst á Suðurnesjum, þannig að þetta er eitthvað sem er komið út sem svona styrkleiki fyrir Suðurnesin, það er ekki eins hátt hlutfall í kyrrsetunni. Nú, svo er það líka eitthvað sem á ekki að vera of flókið, það er að tryggja að börn fái í 1. bekk fái D-vitamín eða lýsi, en það er áhyggjuefni að aðeins helmingur barna tekur D-vitamín eða lýsi og þetta kannski vonandi getum við komið þessu á þannig að við getum náð þessu upp í 100%. Þetta ætti ekki vera flóknasta aðgerðin til þess að bæta heilsu og líðan og við vitum það við fáum ekki nóg D-vitamín hérna á Íslandi úr frá sólinni eða matnum, þannig þetta er svona eitt af því sem þarf að taka, eitt af því fáa. Nú, þá komum við kannski aðeins aftur að einhverju sem við höfum smá áhyggjur af og það er þessi aukningu orkudrykkjaneyslu ungs fólks. Að það sé orðin einhver svona normalisering á því og þarna ef við skoðum landið þá er aukning þar, það er hátt hlutfall ungmenna sem neyddir orkudrykki einu sinni dag eða oftar. Þetta var 16% 2019, kom upp í 24% fyrir 2023 og fer hæst í 40% á Suðurnesjum og er svo 33% líka á Vestfjörðum. Þannig að við þurfum einhvern veginn að taka þetta samtali, þessi orkudrykki, þetta getur verið erfitt að líka snúa þróunni við, að grípa strax inn og reyna að skoða hvernig við getum fengið orku öðruvísi heldur en frá orkudrykki sem oft eru svo uppfullir af einhverju aspartami og öðrum efnum sem eru ekkert heilsusamlega góð fyrir okkur. Og þá er það neysla á rauðu kjöti, fórum við að skoða núna, hvað er hátt hlutfall af þeim sem að borða rautt kjöt 4 sinnum í viku eða oftar meðal fullorðna. Þetta er langt fyrir ofan meðaltal og það er tæp 16% sem borða rautt kjöt 4 sinnum í viku oftar, en nokkuð munur milli umdæma þar sem Vestfirðir, höfuðborgarsvæði og Suðurnes eru undir landsmeðaltali. Þá erum við komin að reykingunum og þar höfum við náð náttúrulega gríðarlegum árangri að draga úr daglegum reykinga á seinustu árum og við skoðum landið þá er þetta góð þróun að við erum komin undir 6% í reykingum, þetta er eitthvað reyndar aðeins held ég farið upp á þessu ári en þannig við erum að passa okkur, það er allur árangur, hann krefst þess að við höldum við, en það er líka ánægjulegt að sjá að það er þarna Suðurnesin voru mjög há þarna í þessum fyrstu mælingu 2016 og sérstaklega 2017, en það hefur lækkað töluvert og komið alveg í 6%. En þarna þurfum við líka bara að halda vel við, en þá er það aftur hitt áskorun sem kemur á móti eru nikótínpúðarnir og hér erum við að skoða hlutfall nemenda í 10. bekk sem notaði nikótínpúða einu sinni eða oftar ævina, það er efri myndin, og landið allt, þá er þetta 16% sem við prófað að nota nikótínpúða núna, aðeins hækkað, var 14,5 í fyrra, 16,3 eða 23 og svo 16,3 núna 24 og Suðurnesin þá er þetta töluvert hærra, það var 18,2 fyrra en 22,8 í ár og það er líka á Austurlandi og Vesturlandi þar sem að þetta hefur hækkað og er töluvert hátt. Svo er það hlutfall 18 til 34 ára sem notar nikótínpúða daglega sem er náttúrulega líka, þetta eru þá orðnir, það getur sagt, hafi orðið nikótínfíknina bráð og það er líka aukning þar. 25% ungmenna er að nota nikótínpúða daglega, Suðurnesunum er það svipað og, þá er það ennþá hærra, það er Suðurland er að svipað en í Suðurnesjum þá fer það alveg upp í 35,7%. Þannig að þetta er eitthvað sem við erum áhyggjur af og erum að fara á stað með herferð nikótínus sem er svona óþolandi karakter og að lýsa hvernig nikótínið er að þú getur ekki svo auðveldlega að losna við hann, þannig að það er betra bara að sleppa því að kynnast honum. Þá er það ölvunadrykkja og þar erum við að sjá í rauninni jákvæða þróun
og ég hef verið aðeins að tala við ýmsa hópa upp á síðkastið og það er mikil áhyggja af ölvunardrykkju, það er aðeins mikið að umtala það í fjölmiðlum og þar hef ég verið að spyrja hvað haldið þið að það séu margir í 10. bekk sem hafa orðið ölvu seinustu 30 daga og þá svona tilfinningi, það er svona bara 30% eða helmingurinn eða eitthvað, en það er langt í frá að það séu tölurnar. Þetta er eitthvað svona umræðan og það er bara eiginlega gott að segja að 95% ungmenna í 10. bekk hafa ekki orðið ölvuð síðustu 30 daga, langflest. Og það er mjög mikilvægt við normaliserum þetta ekki, þannig ungt fólk heldur, já, ég er komin í 10. bekk, ég þarf að fara að drekka til þess að vera eins og hinir. Þannig það er mjög mikilvægt hvernig við fjöllum þetta. Það er jákvæð þróun þarna yfir landi, við erum komin undir 5% bæði í ár og í fyrra og Suðurnesin hefur greinilega líka náð gríðarlegum árangri frá því fyrra að þarna voru þetta yfir 10% í fyrra en komin undir 4% núna. Og við þurfum að halda þessu. Því við finnum svo fyrir, það eru einhverja vísbendingar slaka að leið út búin með 10. bekk og á svona hátíðum þar sem ungmenni safnast saman, þá er þrýstingur á þetta, þannig að við þurfum að passa vel upp á þetta. Foreldrar þurfa að standa saman, halda foreldrasáttmálan og þetta ætlum við að leggja líka áherslu á í bara forvarnar mánuðinu sem framundan hvernig mikilvægi foreldra, því að þeir hafa verið lykillinn í því að ná fram jákvæðum breytingum meðal ungmenna. Og svo líka bara því þetta er heldur ekki, þetta var með mynd þarna aðeins líka með þarna niðri sem með árin og undan að þetta er ekki, þróunin hún er ekki í neikvæða átt, hún er í jákvæða átt og við þurfum að passa samt vel upp á að halda henni. Og þarna er greinilega fullorðna fólki ekki góða fyrirmyndir því að við erum að sjá allt of hátt hlutfall af fólki sem fullorðina sem fellur undir skilgreiningu að vera með áhættusamt neyslumynstur áfengis. Og það var marktæk aukning milli 21 og 22 en svo í rauninni árið 2003 er ekki marktæk breyting yfir landi í heild en þetta er bara allt of hátt hlutfall. Það sé bara næstu því það er 1 af hverjum 5, 1 af hverjum 4 fullorðnum sem er í áhættudrykkju af því að áhættudrykkja, áfengið er eitt af þeim efnum sem við innbyrðum sem hefur hvað mest tengsl við fjöldakrabbameina og alls konar neikvæðar afleiðingar og það er mjög mikilvægt að við bara tölum mjög opið það að áfengin er engin venjuleg neysluvara og við þurfum að umgangast það með gát. Nú að lokum þá er það vísirinn ofbeldi, við spyrjum það hvort að fólk hafi orðið fyrir líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi ævina og þarna sjáum við yfir landi í heildina þá 31,5% þarna svaranda hjá okkur í Heilsu Allians sem hefur orðið fyrir líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi ævina og það er heldur í Suðurnesjum 27,5 þannig að það er lægra heldur en landsmeðaltali, höfuðborgarsvæðið er hæst með 33,6 og svo eru það nokkuð fleiri karlar en konur svara því til að voru fyrir líkamlegu ofbeldi ef við skoðum það einhvern tímann ævina og mun fleiri konur karlar svaraði til að voru fyrir kynferðislegu ofbeldi ævina þannig að það er töluverður kynjamunur. Og svo hafa meðal annars íslenskar rannsóknir eins og áfallasaga kvenna sem Alma myndist á áðan sýnt tengsl líka það að hafa orðið fyrir ofbeldi og kynferðisofbeldi fjölda yfir ævina hefur áhrif á og eykur líkur á alls konar heilsufars áskorunum og eykur líkur á að þú greinist með ýmsa sjúkdóma síðar á lífstíðinni. Þannig að þetta var síðasti vísirinn frá okkur, þannig að ég þakka bara kærlega fyrir mig. Kærar þakki fyrir þetta, Dóra. En þá er síðust hér á mælendaskrá, en alls ekki síst, Guðlaug Rakel Guðjónsdóttir. Hún er forstjóri Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja og hún ætlar að fjalla hagnýta notkun á lýðheilsuvísum í starfi stofnunarinnar. Gjörðu svo vel. Já, takk hérlega fyrir. Takk hérlega fyrir og til að byrja með þá vil ég þakka embætti landlæknis fyrir að hafa frumkvæðið þessu fundi. Algjörlega frábært að vera hér og einmitt að finna á andan og eigin skinni hvernig hlutirnir eru og
og ég vil þakka líka þeim sem hér hafa talað, landlækni, fyrir mjög greinagóða yfirferð yfir starf embættisins, Eggerti Sólberg Jónssoni, sviðsstjóra frístunda og menntasviðs Grindavíkurbæjar fyrir mjög svona einlæga lýsingu og þakka kærlega fyrir það og góða kynningu á lýðheilsuvísunum. En það alveg geysilega mikilvægt að átta sig á því hvaða áhrif áföll hafa á samfélagið og hér á Suðurnesjum og þá sérstaklega hér í Grindavík eins og hefur verið fjallað um. Við vitum það að áhrif áfalla á heilsu bæði til skamstíma og langstíma geta verið gífurleg. Og áföll geta náttúrulega verið af ýmsum toga eins og við vitum og til dæmis náttúruhamfarir sem hér hafa verið og endurteknir jarðskjálftar, síðan eldgos, rýming Grindavíkur og óvissa varðandi framtíðina á húsnæði og fjárhagsáhyggjur eins og hafa komið fram hér í lýðheilsuvísunum. Þetta stórt verkefni sem að þarf að takast á við. Það eru nokkrar rannsóknir sem hafa verið gerðar áhrif áfalla á samfélög og til dæmis mér langar aðeins að bara spóla aðeins tilbaka til ársins 2008 þegar efnahagshrunið var hér á Íslandi og mörg hver okkar muna það mjög vel að það var í viku 41 árið 2008 og það var ýmislegt þá sem gerðist í heilsu og hamingju þjóðarinnar í þeirri viku. Það urðu ákveðin svona skammtíma áhrif af efnahagshruninu, fólk upplifði áfall sem það upplifði á svona líkamlegum einkennum og síðan komu andlegu einkennin síðar og ég held að það sé partur af því sem við erum að sjá hérna núna. Hvað höfum við lært síðan af efnahagshruninu? Það mjög margt sem við höfum lært síðan þá, en þá höfðum við ekki lýðheilsuvísa sem við höfum í dag. Og þannig að þetta alveg geysilega mikilvægt að geta varpa hér ljósi á líðan íbúa og samfélagsins. En þess vegna finnst mér mikilvægt að við svona rifjum þetta aðeins upp og veltum fyrir okkur hvað við höfum lært. Það þannig að þjóðfélagið hefur gengið og mun ganga í gegnum ólgusjó. Og við þurfum að undirbúa okkur og þá veltum að því fyrir sér hvað getur stofnun eins og Heilbrigðisstofnun Suðurnesja gert því að eins og ég sé þetta þá setja náttúruöflin alveg geysilega ríkar kröfur á Heilbrigðisstofnunina. Þannig að eftir núna síðustu mánuði, ég tek við sem forstjóri núna 1. mars á þessu ári og það fyrsta raunverið sem ég gerði þá var að ég átti samtal við landlækni og við ræddum meðal annars lýðheilsuvísana og þá í raun og veru og þeir í raun og veru grundvöllur af þeirri ákvörðun og þeirri vegferð sem að Heilbrigðisstofnun Suðurnesja á í dag og þið eftir að heyra meira um. Ef við horfum aðeins til lýðheilsuvísana síðan 2023 og þá hvaða ákvörðun í raun og veru Heilbrigðisstofnun Suðurnesja að taka núna þessa dagana að þá þegar við horfum á að það var íbúafjölgunin á Suðurnesjum hafði verið meiri hér heldur en annars staðar á landinu. Hlutfall innflytjenda var hærra og hvað þýðir það í þjónustustofnunar eins og Heilbrigðisstofnunarinnar? Það var þá minna notað af þunglyndislyfjum. Það voru fleiri fullorðnir sem að mátu andlega og líkamlega heilsu sína sæmilega eða lélega og það var líka þá eins og núna vísbendingum að fleiri fresta eða hætta við læknisheimsókn vegna kostnaðar. Og síðan það sem að mér vakti sérstaka athygli mína var í rauninni að skimun fyrir krabbameinum væri lægri hér en annars staðar á landinu. Og þá velti maður fyrir sér hvað getur stofnunin gert til þess að draga úr þessu. En á grunni þessara lýðheilsuvísa þá förum við í stefnumótun. Og með það náttúrulega auðvitaða markmið að bæta þjónustu og koma henni nær íbúanum. Við ákváðum að hafa íbúafund og
inngangurinn svolítið á íbúafundunum var einmitt náttúrulega þessir lýðheilsuvísar sem hér hafa verið til umfjöllunar. Og mér þótti alveg afskaplega vænt heiðarleikann sem íbúar voru með á þeim fundi. Þeir sem mættu voru mjög vel undirbúnir og mér þykir einstaklega vænt það, voru heiðarlegir, bæði það hvað vel gert og hvað ekki nógu vel gert. Og við þurfum að vera ófeimin við að tala það sem ekki nógu vel gert. Og þá öðruvísi getur maður ekki laga það eða reynt að bæta það. Það sem ég vil líka nota tækifæri og þakka íbúum fyrir þennan heiðarleika og líka fyrir það að senda mér tölvupósta og koma með ábendingar sem eru allar mjög vel þegnar. En eftir að við bjóðum upp á þannan íbúafund, við förum í gegnum þessa stefnumótunarvinnu sem að þið munið sjá afraksturinn af núna í nóvember þegar stofnunin heldur upp á sitt 70 ára afmæli. En hvernig getum við í raun og veru snúið vörn í sókn þegar maður með svona niðurstöðu sem á þann veg að hér eru 3000 konur sem eru til dæmis hafa ekki sinnt í að fara í brjóstaskimun og eru komnar á tíma. Hvernig ætlum við að nálgast þennan hóp? Og við ætlum að gera það þannig að við munum bjóða upp á brjóstaskimun á stofnuninni í afmælisviku í samvinnu við brjóstamiðstöð Landspítala og heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og bjóða upp á það og þá eru í raun og veru þær konur sem eru komnar á þann tíma að fara í skimun að þær fá boð slíkt og hafa þá möguleika á að fá þá þjónustu hér í heimabyggð. En það eru fleiri krabbamein sem voru vísbendingar í fyrra að væru ekki nógu góðar og það með líka leghálsskimun og líka skimun fyrir öðrum krabbameinum. Þetta eitt af því sem við þurfum bara að vera mjög vel vakandi fyrir. En áfram með þetta hvað við erum að gera, að það sem mér finnst líka skipta mjög miklu máli og mér finnst alveg, það svo mikil gullnáma að fá lýðheilsuvísana núna það bara hvernig við höldum áfram. Það alveg ljóst að við þurfum að vera vakandi fyrir andlegri og félagslegri líðan eins og einmanaleika og mæta fólki þar sem það statt. Við verðum að vekja athygli á því að samkvæmt þessum lýðheilsuvísum sem hér að birtast í dag að þá þunglyndislyfjanotkun 18 ára og yngri, hún hærri hér heldur en annars staðar. Hvernig ætlum við sem samfélag, hvernig á samfélagið að bregðast við því, hvernig getur Heilbrigðisstofnun Suðurnesja komið að liði þar, hvernig getum við eflt íþróttir, hvernig getum við eflt samskipti meðal ungs fólks, hvernig getum við hlustað á ungt fólk. Ég held að þarna sé verkavinna. Þetta samvinna margra sem þarf að eiga sér stað. En þá spyr maður sig, þetta eitthvað sambærilegt og gerðist í efnahagshruninu? Já, ég held að mörgu leyti. Það þessi andlegi þáttur sem við erum svolítið að fara að glíma við núna. En eins og ég sagði þá eru lýðheilsuvísarnir fyrir stofnun eins og Heilbrigðisstofnun Suðurnesja algjör gullnáma. Og ég ætla bara að fá að þakka embætti landlæknis aftur fyrir þessa geysilega góðu vinnu. En það hvílir, þegar við vitum hvernig staðan þá hvílir mikil ábyrgð á því að bregðast við. Og það hvílir mikil samfélagslega ábyrgð á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Og við viljum vera í fararbroddi og auka heilbrigði íbúa á Suðurnesjum og við verðum til fyrirmyndar. Það bara markmið. Við þurfum að byggja upp traust, við þurfum að byggja upp góða og örugga þjónustu og hlúa að starfsfólki og íbúum eins vel og kostur Og það sem ég kannski líka langar aðeins að segja, að við erum að reyna að færa þjónustuna nær íbúum. Við erum búin að skrifa undir viljayfirlýsingu með heilbrigðisráðherra að opna heilsugæslu í Suðurnesjabæ til þess að mæta einmitt fólki nær þar sem fólk býr. Og við munum flýta opnun heilsugæslunnar í Vogum og vonandi náum við að opna hana í nóvember. Þannig að við erum að gera ýmislegt og stefnumótunin byggir í raun og veru á þessum lýðheilsuvísum sem hagnýt notkun þeirra og ég ætla bara að fá að þakka kærlega
fyrir hennar fund. Takk. Kærar þakkir Guðlaug fyrir frábært dæmi það hvernig hægt að nýta lýðheilsuvísuna og þessi gögn með markvissum hætti í heimabyggð og einmitt að eiga frekara samtal og fara í markvissa stefnumótun og áætlanagerð. En nú mælendaskrá lokið en við ætlum að bjóða núna framsögu fólki eða konum. Nei, fólki, Eggert líka, að stíga koma upp á svið og bjóða þá þáttakendum að þeim sem eru hér í sal að spyrja spurninga. Þannig að ég ætla að bjóða ykkur Eggert, Alma, Sigríður, Dóra og Guðlaug að koma hér upp og þá þeim góðu gestum sem eru hér í sal að bera fram spurningar. Já, já, en já, við erum bara staðið og já. Einhverja spurningar sem að brenna hér á fólki? Já. Er það hérna í gangi? Já, takk. Guðrún Asplund, sóttvarnalæknir. Ég vil þakka ykkur kærlega fyrir góð og fróðleg erindi og líka ólík og sem bara mjög áhugavert að fá að hlusta á. En mér langar kannski helst að spyrja aðeins Grindavík, frekar en lýðheilsuvísuna beint að því það nú þekkið kannski betur en mér langar að spyrja Eggert. Og í tengslu þátt við það sem kom fram þessi félagslegu tengsl og einmannleika og hvað áhrif það getur haft á heilsu og líðan auðvitað en heilsu líka til langs tíma og þá en líka unga fólkið varðandi á íbúana úr Grindavík sem eru auðvitað búin að fara víða í önnur bæjarfélög á Suðurnesjum en mismunandi staði kannski og svo höfuðborgarsvæði og enn annað. Eitthvað svona í gangi til þess að aðstoða þetta fólk við að koma saman eða halda hópinn og halda sínum tengslum sem þú lýstir svo vel hvað hafa verið sterk og góð. Takk aftur. Já, komdu bara fyrir ekki í pontu. Já, við höfum alveg markvisst frá rýmingu reynt að skapa vettvang fyrir íbúa til þess að koma saman. Og náttúrulega árgangarnir eru, eins og við erum að vinna bara sem tek dæmi núna, þá erum við að vinna í því að árgangar geti komið saman. Árgangarnir sem eru á grunnskólaaldri hafi tækifæri til þess að hittast. Þau fengu tækifæri til þess að hittast í sumar líka. En svo líka verið að vinna í því að reyna að auðvelda aðlögun þeirra að bara nýjum samfélögum. Þannig að þetta verður örugglega mjög sérstakur vetur og hefur verið mjög sérstakt haust. En það starfandi þjónustuteymi á vegum Grindavíkurnefndarinnar sem meðal annars að vinna í þeim verkefnum. Já, takk fyrir og komið í sæl. Ég vil byrja á því eins og hér var nefnt áðan að þakka fyrir þessi gagnlegu erindi. En það ýmislegt þarna sem kemur í ljós og margt sem að verður á ykkar könnu að vinna áfram með en það líka ýmislegt sem snýra bara stjórnmálafólki sem að fólk þarf að taka til sín því að allt kostar þetta peninga og þessum hugmyndum verður ekki hrint í framkvæmd nema að fáist fé til þess að gera það og mér langar aðeins að byrja á því að óska nýráðnum forstjóra til hamingju með embættið og óska henni velferðnaðar í viðamiklu starfi sem framundan. En við sem hefum tengst stofnuninni í gegnum tíðina með ýmsum móti, við höfum haft ýmislegt fjármögnunarlíkan
stofnunarinnar að segja og hefur fundist það vera ansi sérstætt. Og Suðurnesin hafi í gegnum fjárframlög fengið stundum að okkar mati minna fjármagn en aðri landshlutar. Og ef að á að nást að hrinda í framkvæmd öllum þeim metnaði fullu hugmyndu sem hafa komið fram og ég veit að starfsmennirnir hafa, hefur eitthvað verið skoðað hvort að hægt sé að breyta þessu fjármögnunarlíkaninni eða hvort að þið hafið eitthvað beitt ykkur fyrir því. Takk. Já, sko, takk fyrir þessa spurningu sem skiptir náttúrulega geysilega miklu máli upp á framhaldið. Það nú bara þannig að heilsugæsla heilbrigðisstofnunar náttúrulega inn í ákveðnu fjármögnunarlíkani sem að byggir á ákveðnum vísitölum, vísum og við bara að rýna það núna og auðvitað hefur náttúrulega fjöldi þeirra sem eru skráður á heilsugæsluna áhrif á það hvernig fjármögnunin Bæði félagsþarfavísitalan, kostnaðarvísitalan og fleira sem inn í því líkani. En við bara núna að rýna mjög fjármálstofnunarinnar og náttúrulega nú nýlega búið að leggja fram fjárlög fyrir 2025 og við að fara að gera núna okkar áætlun fyrir stofnunina. Ég skynja velvilja og ég skynja það að fólk vilji styðja við stofnunina, bæði sveitarfélögin og stjórnmálin. Ég trúi því og ég bara treysti því að fólk geri það. Þannig að við sannarlega að fara í gegnum þetta núna og munum skila og þið eigið að heyra aðeins meir það. Já, ég ætla rétt að bæta við því að þetta var auðvitað góð spurning hjá þingmanninum en það eins og með allt að við þurfum auðvitað að nýta þá fjármuni sem við þó höfum með sem bestum hætti og þá einmitt góð að hafa gögn eins og lýðheilsuvísarnir eru til að ráðast í þær aðgerðir sem þarf því að það auðvitað ekkert gagn af því að birta svona vísa ef ekki brugðist við þeim. Þannig að bæði hvað varðar lýðheilsuaðgerðir og eins varðandi skipulag heilbrigðisþjónustu og til dæmis komu lýðheilsuvísarnir að miklu gagni þegar að flugfélagið WOW féll með auðvitað gríðarlegum afleiðingum fyrir þennan landshluta og þá fór heilbrigðisráðherra og ríkisstjórnin í sértækar aðgerðir og þá voru einmitt lýðheilsuvísar notaðir sem grundvöllur fyrir því hvert fjármagni færi. Þannig að ég vil hvetja sveitarstjórnir og stjórnmálamenn og ráðuneytin að rýna þessa vísa og nota þá sem leiðarljós því að það líka svo gott að geta þá endurtekið mælingar og sjá vonandi árangur af þeim aðgerðum sem færið í. Takk. Langaði aðeins að bæta við og kannski aðeins að byrja því að segja frá því við sem höfum fylgt þessum vísum frá 2016. Það var afskaplega gott að heyra hvernig Guðlaug Rakel fór yfir hvernig þau hefur nýtt vísan. Þetta mjög mikilvæg endurgjöf til okkar sem erum að búa það til og mér langar líka nefna að hluta af teiminu sem eru að búa til þess að vísa hér í salnum og þakka þeim fyrir. Þetta gríðarlega mikil vinna og þau allir spennifalli núna en það ofsalega gaman að heyra að nýtast. Og til viðbótar þá reynum við mjög mikið að nota þess að vísa ýmislegt annað. Koma þeim að í fjármögnunarlíkaninu þar sem það hægt, þannig við reynum virkilega að auka notkun þeirra á nýtingu. Já, komið sæl, Jóhann Friðrik heiti ég, þingmaður Suðurkjördæmis og virkilega gaman að fá að vera með ykkur hérna í dag. Þetta nú ekki fyrsta skipti sem ég fylgist með svona útsendingu frá lýðheilsuvísum. Ég held ég sé búin að reyna annaðhvort að fara eða sjá eða kynna mér þá bara frá byrjun. Og þetta gríðarlegt fagnaðarefni eins og forstjóri heilbrigðisstofnunar lýsir hér að það sé verið að nýta það í stefnumótun. Þannig að mín spurning kannski svona einmitt á þeim nótum. Núna þegar við sjáum HSS taka þetta upp og nýta þetta í stefnumótun, hvernig sjáum við það svona sem módel mögulega geta virkað fyrir landið í heild og vegna þess að kollegi minn hérna velti fyrir sér fjármögnun sem að sannlega skiptir öllu máli, það gerist ekkert nema þessi fjármagnað, segi ég. Sér til að mynda landlæknir, ef ég beini bara þeirri spurningu til hennar, fyrir sér að
svona framtíðar pælingarnar séu þær að við séum að nýta lýðheilsuvísa og þau gögn bara markvisst til þess að efla ákveðin heilbrigðisumdæmi út frá þeim lýðheilsuvísum sem að liggja fyrir. Og hvernig myndum við gera það í stefnumótun, hvernig séum það fyrir sér og hvernig gæti þá stjórnmálinn og eftir atvikum sveitarstjórnir eða sveitarfélög tekið þátt í þeirri vegferð. Takk. Já, takk fyrir. Ég hef einmitt séð eða hef alltaf auðvitað vonast eftir þessari nýtingu lýðheilsuvísana. Nú kemur embætti landlæknis vissulega ekki að fjármögnun, en við erum viðlóðandi til dæmis greiðslulíkan fyrir heilsugæsluna og auðvitað eru ákveðnir vísar þar notaðir, þó þeir heiti kannski ekki lýðheilsuvísar, en það mætti alveg skoða hvort að ég að taka hluta af lýðheilsuvísunum inn í þau módel. En ég sé fyrir mér að hvert heilbrigðisumdæmi rýni sína vísa og það jú forstjóri hverjar heilbrigðisstofnunar sem ber ábyrgð á skipulagi þjónustunnar í sínu eða á þjónustunni í sínu umdæmi auðvitað og í samvinnu við heilbrigðisráðuneyti, en að einmitt að nota þá til að beina kröftum þangað sem að þörfin mest og það getur verið geðheilbrigðisþjónusta í einu umdæmi og eitthvað annað í öðrum. Þannig að ég held og það bara sérstaklega ánægjulegt að heyra þetta frá Guðlaugu Rakel að stofnunin noti vísana markvisst í stefnumótun og ég held að við eigum að gera meira því og hvernig stjórnmálamenn geta komið af, það bara eins og þið tveir eruð að gera með því að kynna ykkur vísana og tala þau mál sem að skipta mestu fyrir ykkar kjördæmi og hér sjáum við að í ykkar hér á Suðurnesjum að þá hraðari fjölgun íbúa, fleiri íbúar af erlendum uppruna, það fleiri hér sem eiga erfitt með að láta endana á saman og til samræmis þá fleiri hér sem að meta bæði andlega og líkamlega heilsu verri en annars staðar, þannig að þetta svo sannarlega málefni til að lyfta upp á vettvangi stjórnmálanna. Takk. Já, komið þið sæl. Sigríður Jakobínudóttir heiti ég og fulltrúi hér frá heilbrigðisráðuneytinu. Starfa þar á skrifstofu lýðheilsu og vísinda. Ég nú ekki með spurningu en mér langaði bara mikið til að þakka embætti landlæknis fyrir þessa góðu kynningu og öllum þeim sem hér hafa talað. Og mér langaði að segja ykkur að þetta svo göfugt að vera með þessa vísa og safna saman þessum upplýsingum. Það mikil gulldáma og gaman að heyra að það verið að nýta þessa vísa til þess að móta aðgerðir og stefnu meira á local level, en ég verð að segja ykkur að við erum líka að horfa upp í ráðuneytinu í okkar stefnumótun og árlegum aðgerðaáætlunum, þá horfum við náttúrulega á lýðheilsuvísana, horfum þá gjarnan náttúrulega yfir landið af því að það mikilvægt að sjá hvernig hlutur að þróast og hvað ber að prioritera á hverju tíma fyrir sig. Þannig að ég fagna þessu fundi og vil bara koma þessu til skila og þetta virkilega eitthvað sem við eigum að vinna áfram með og svona markvisst að horfa á stöðumála og þróa og forgangsraða samkvæmt því. Takk fyrir. Sæl, Kjartan heiti ég, framkvæmdastjóri fjármála hjá HSS. Mikilvægi þessara vísa fyrir okkur náttúrulega gífurlegt. Það gaman að taka þátt í þessari stefnumótun sem hefur verið. Þetta faglegt og það hægt að tengja við þetta allt og þetta svo verðmætur samanburður líka bara þvert á Ísland. Gaman að geta borið sér saman við aðra stofnanir. Ég var eiginlega með, út af þú spurðir HSS, í fjárlögum þá talað að það opna nýja heilsugæslustöð í Ytri Njarðvík. Það draumur að rætast vonandi. En í lýðheilsuvísunum þá sé ég að tóbakspúðanir, nikótínpúðanir þeir eru þar og reykingar, en það ekki veip. Og
það eitthvað svona sem unglingapappi ég hugsa og hræðist og vill losna við og það væri gaman að fá inn. Bara hlakka til að sjá það bætast við. Og svo kannski til Eggerts. Hvaða mælikvarða í vísanum mynd þú horfa til í framtíðinni til að fylgjast með þínu samfélagi þróast? Og takk fyrir bara einlæga frásögn. Hún veitti mjög mikla einsýn. Takk. Já, takk fyrir þessa ábendingu með veipið að það kannski líka mikilvægt sem við kannski ekki nefnt að við reiknum miklu fleiri vísa heldur en sko ná svo inn á lýðheilsuvísa blaði hverju sinni. Það er svona unni plássið á blaðinu sem við veljum 44 vísa og þá skoðum við svolítið hvar eru mestu breytingarnar og kannski góðu fréttin að það fór niður notkun veips seinustu ára og ég hugsa að það gerist líka svolítið í COVID-faraldrinum að þetta er tengsl við öndunarfæri og annað en við reiknum þetta út og mælaborðið sem að Alma kynnti líka með alla þessar mælingar þannig að það er hægt að sjá það þó það fari ekki inn á lýðheilsuvísana þá er hægt að skoða þetta inn á mælaborðinu og eldri mælingar og stundum vantar okkur, við sjáum ekki sjálf heldur að safna gögnum fyrir ungmenni og við fáum það úr íslenskum æskulýðsrannsóknum fengum að rannsóknum greiningu stundum jafnvel þú áhuga á vísinu að þá höfum við ekki nýjustu gögn og það getur verið ástæðan fyrir að það er ekki með en með veipið ástæðan svo að það eru meiri sláandi niðurstöðu varðandi nikótínpúðana, þeir eru meira það er meiri vöxtur þar en við erum samt að heyra það að við þurfum að vera á varðbergi eftir með veipið því að þó að það hafi farið niður þá virðist það jafnvel vera á leiðinu upp aftur. Þannig við fylgjumst vel með og í mælaborðinu og lýðheilsuvöktuninni hægt að fylgjast með því þó að það hafi ekki náð inn á lýðheilsuvísa blaðið eða innan þessa 44 í ár. En takk fyrir að benda á þetta. Ég ætla bara aðeins að bæta við að eins og Dóra segir þá var veipið mjög ofarlega á baugi hjá okkur svona 2019 ef ég man það rétt þá voru mjög margir unglingar og ungt fólk að nota veip og þá var það í okkar vísum og mikið fjallað en það náðist ákveðin árangur þar og alltaf til að ná árangri með svona hluti eins og notkun á veipi eða nikótínpúða þá þarf samstillt átak mjög margra. Það þarf stjórnmálamenn sem að setja lög og reglur, það þarf áróður og fræðslu til foreldra og til ungmenna og svo framvegis og þetta var gert heilmikið þarna árið en eins og Dóra Guðrún er búin að segja að við megum aldrei sofna á verðinum þó við náum árangri þá þarf að vaka yfir honum og passa sig að hlutir fari ekki aftur á verri veg og við þurfum að hvetja stjórnmálamennin okkar sérstaklega til að vera á varðbergi gagnvart áfengi og tóbaki að notkunin fari ekki vaxandi því að við viljum sjá hana í hina áttina því að hvoru tveggja eru gríðarlegir skaðvaldar fyrir heilsu og hvað þá ungs fólks. Takk. Já, ég spurt til hvaða vísa ég muni svona helst horfa til. Það er kannski erfitt að benda á eitthvað eitt en ég hef mestar áhyggjur núna af andlegri líðan og þetta spilar allt saman. Við þekkjum öll til einstaklinga sem þetta eru líkamlegir kvillar sem undirliggjandi sjúkdómar sem að taka sig upp. Þetta hjá einum og eitthvað annað hjá öðrum og kannski ekki að mælast og kannski ekki að koma fram í þessum vísum. En já, það er svona allan til að núna á þessum tímapunkti hef ég mestar áhyggjur af andlegri líðan Grindvíkinga. En auðvitað þarf bara, og eins og ég segi, við þurfum að fylgjast með þessu til lengri tíma. Ég ætla bara að bæta við hvatningu minni til Grindavíkurbæjar að láta okkur hjá embættinu vita ef að þið vilja að við rýnum gögn með öðrum hætti eða bætum við þau og ég held að væri alveg kannski ástæða til að við hittumst 2 ári eða svo með þá heilbrigðisstofnuninni og færum yfir gögn og sjáum hvort það er eitthvað sérstakt að koma fram þar sem hægt eða þarf að bregðast við. Takk. Komið sæl.
Ingibjörg Lilja heiti ég og starfa sem fagstjóri hjá Almannavörnum. Mér langar að byrja því að þakka alveg kærlega fyrir þessar fróðlegu kynningar og svona eins og þetta blasir við mér þá finnst mér bara þessi lýðheilsuvísar að vera sko mjög dýrmætt gullnáma. Ég sé að fyrir mér í mínum störfum til að mynda að þetta bara mjög góð viðbót við kortlagningu á samfélögum sem eru undir á áhrifasvæðum þegar eitthvað alvarlegt gerist, en líka í langtímaviðbragði. Þannig ég velti fyrir mér, hafið þið einhverjar upplýsingar svona markvissa notkun á þessum lýðheilsuvísum og þá kannski svona sérstaklega með tilliti til ólíkra samfélagshópa. Láta aðilar ykkar vita þegar þeir eru að fara í gang með vinnu á þessu vísum. Takk. Já, ég get kannski byrjað sem verkefnisstjóri heilsueflandi samfélags að svara þessu. Að það náttúrulega, þetta starf sem hefur verið í gangi síðan árið 2013 og það akkurat þetta sem við hvetjum til að í raun og veru lykilatriði að hagaðalar á hverjum stað, ólíkir hagaðalar frá sveitarstjórninni og sveitarfélögunum að þau kalli reglulega að borðinu, bæði þvert á deildir hjá sér og síðan þá eins og frá heilbrigðisstofnunum, frá heilsugæslunni og svona aðra lykilhagaðalega í samfélaginu til þess að koma saman og akkurat rýna gögnin og þá langar mér líka að segja að skoða vísana en líka önnur gögn. Sveitarfélög eru mjög ríka gögnum og mér langar líka að segja núna að kannski bæta við það sem hefur komið fram hérna að við höfum til dæmis saknað sárlega að hafa gögn framhaldsskólaaldurinn síðustu 2 ár. Þannig að það skýrir til dæmis hvers vegna ekki vísan sem snúa sérstaklega framhaldsskólanemum núna birtir sem stíl í þessu vísum. Þannig að við bara bíðum spennt eftir að fá þau gögn. En algjörlega þetta er það sem við höfum hvatt til og við vitum að vera að gera og við höfum líka langt aftur í tíman reynsla þessu að nýta gögn í forvarnarstarfi og þannig að við höfum langa reynsla þessu og akkurat að sjá alla íbúana sína, horfa yfir allan aldur almennt en líka svo að horfa á ýmsa undirhópa og þá meðan annars innflytjendur, fólk með fötlun, eldra fólk og svona eins og núna eins og við höfum bara verið að horfa þessa áföll undanfarið varðandi ungmennin og virkilega rýna stöðuna í ljósi sinnar innsýnar í samfélagið og leita markviss lausna. Þannig að þetta höfum við lagt upp með og við vitum að margir hafa verið að gera þetta í gegnum tíðina. En svo líka skiptir máli að þetta er vinna, þannig að það skiptir gríðarlega máli að sveitarstjórnir taki markvissa ákvörðun það að forgangsraða svona vinnu, svona sameiginlegri greiningavinnu og sem sagt af því að þetta er ekkert sem þú gerir með alla hina 10-15 hattana, þannig að virkilega að setja forgangsraða í fjármagn í að stýra svona samþættingu, að leiða fólk saman, ólíka hagaðila og greina gögnin svona. Bara aðeins að fá að bæta við og þakka Ingibjörgu Lilju fyrir glærunum Flateyri sem ég fékk hjá henni en auðvitað gríðarleg þekking fyrirliggjandi hjá almannavörnum og ég var með ykkur almannavarnir á einni glærunni að klálega einhver sem ætti að koma að borðinu ef að fólk óskar eftir að við mælum eitthvað sérstakt eða birtum eitthvað sérstakt og ég held að og þið geti alveg verið óhrædd við það, við erum eitt af okkur hlutverkum að vera til ráðgjafar og hverjum sem þarf, þannig að ég held að við eigum að vinna miklu meiri saman þegar svona áfall dynja yfir og hittast snemma og ákveða með hverju eigi að fylgjast og hvað eigi að mæla og að vakta það svo. Takk. Sjáum ekki fleiri spurningar hérna úr sal og kannski líka tengt því sem að Ingibjörg var að nefna þá akkurat hefur við verið að vinna markvisst að því til dæmis að fjölga vísum sem hafa gildi með tilliti til bæði mótvægisaðgerða og aðlögunar á sviði loftslagsbreytinga. Þannig að akkurat í samhengi við eins og náttúruhamfarir að sem við því miður útlit fyrir að við sjáum bara kannski verða tíðari í nánustu framtíð að vera betur undirbúin að fyrirbyggja og líka í raun og veru
aðlagast og vera reiðubúin að bregðast við, fyrirbyggja. Þannig að, en ég sé ekki fleiri spurningar á sal. Þetta eru kærar þakkir fyrir góðar umræður. Við þökkum Grindavíkurbæ kærlega fyrir hlýjar og góðar móttökur og framsögufólki fyrir þeirra framlag og góðum gestum í sal og ykkur sem fylgdust með útsendingunni á vefnum. Við minnum á að allar upplýsingar lýðheilsuvísa má finna á island.is/lýðheilsuvísar og við þökkum bara kærlega fyrir í dag.